velkomin. Gaman að sjá okkur svona mörg á þessum góða degi. Já, við erum alveg bara undir að búa en við erum bara með fámennt og góðmennt er alltaf góðmennt. En sem sé, við ætlum að, eins og Óskar sagði, þá ætlum í dag að tala eitt sérstakt handrit sem á sýningunni. Bergsbók sem var að láni frá Svíþjóð, Konungsbóklu í Kaupmannahöfn, Konungsbóklu í Stokkhólmi. Mjög merkilegu viðburður af því að það handriti fóru land 1500 og hefur sem ekki verið hér í öll þessi ár. Þannig að gaman að geta sagt ykkur frá henni. Hún mjög stórt handrit og þannig að við getum svona tæft á ýmsu í því og vonandi komum við úr með hugmyndum þetta djás sem hún er. Þetta eins og að opna bara svona eiginlega altarustöflu. Meira heldur en fjárstofskipstu. Þetta mjög trúarlegt handrit þó þetta sé kóngana. Þetta er svona bandið á henni. Það er svolítið snjáð en hún mjög þykk. Hún alveg svona þykk eins og Flateyjarbók. Hún nokkurn veginn stykk á Flateyjarbók. Þarna sjá hún að opna. Hún sem því trúarlegt handrit eins og ég sagði. Stóru sögurnar af kóngunum tveimur, Ólafi Tryggvasyni, sem var trúbóðskóngurinn og kristnaði. Honum var fært það hafa ábyrgð að hafa kristnað Ísland, Færeyjar, Orkneyjar, Grænland og auðvitað Noreg. Og svo þetta Ólafur helgi. Þannig að bókin snýst þá tvo. Og svo þarna 3 kvæði þá sem ort síðar, auk Lilju. Og þetta elsta handrit Lilju. Svo það líka merkilt bara út af því að þarna erum við fyrsta vitnisburð Lilju. Svo við erum með mjög mikilvægt að undirstrika þennan trúarlega þátt í handritinu og hefur örugglega orðið til í klaustri. Við vitum þetta ekki hvar, mjög líklega í svona trúarlegu umhverfi. Þessi 2 bara svona til að gefa ykkur ramman, þetta eru kóngar sem voru uppi fyrir 1000 árum, þetta á langa tími, okkur finnst þetta vera okkar félagar, en þetta árið 1000 ár síðan. Ólafur Tryggvason fæddur 963 og var konungur 95 og féll svo í svoldarorustu á móti Sveini Tjúis gegn Danakonungi og Eiríki jarli, Hlaðajarli. Og Hlaðajarlar höfðu náttúrulega verið konungar eins og konungar í Noregi þarna undan. Og hann bara fer í vatn í sjóinn og það auðvitað sögur það hann hafi sloppið. Og eitt skáld Ólafs helga hitt hann í Miðausturlöndum. En það auðvitað saga bara sögur sem urðu til og verðveitist í þessum sögum af Ólöfunum. Og síðan auðvitað Ólafur Haraldsson, fæddur 95, og sonur Haraldar Grenska sem var bara smákóngur, og Ástu Guðbrandsdóttur, og hann lýsir sig konung þegar hann kemur í Noreg 1015, sé hann bara 20. Hann hugsar það svolítið gamla kalla, en þetta er bara strákar. Hann alltaf búinn að vera víkingur lengi, þá frá hann ég var 12 ára, og búinn að vera í Bretlandi eða Englandi, og líka í Frakklandi þar sem hann snerist til kristinnar trúar. Og hann lýsir sig konung þegar hann kemur í landið, nær einhverjum svona undir sig aðeins smá svæði, en sem staðfesti svo með falli Sveins Jarls Hákonarsonar sem var af Hlaðajarla kyni og hafði þá verið eins og kóngur í Noregi þarna undan. Og síðan Ólafur hrakinn úr Noregi 1028 af Knúti ríka, Englands og Danakonungi, og þetta er mjög spennandi saga. Þessi saga Noregs og Bretlandseyja og Danmörku þarna frá 1000 til 1035 þegar Knútur ríki deyr og þá kemur halda Danakonungar ekki ríkinu í Noregi, þá kemur Magnús góði inn og síðan Haraldur Harðráði. En þetta er mjög spennandi tími trúskipta og mikla breytinga sem verða þarna á upphafi 11. aldar. En hann fellur sem sé á Stiklastöðum síðan þegar hann reynir að koma tilbaka og að ná yfir sig rík aftur Noregi og drepinn þar 29. júlí þarna bardaginn háður 1030, það Ólafsmessan sem við þekkjum og það vitnað heilalega hans strax eftir andlátið. Þannig eru sögurnar strax verða þessi kraftaverk sem fylgja þá söguna af Ólafi alveg frá þarna 1030 og inn í þessa bók sem við erum þar að tala til 1400 og þetta vex þetta mjög að efni alveg frá því að þessar yngri bækur verða til. Helgin staðfesta páfa strax 1064 og hann engin smákóngur, hann verður höfuðdýrlingur Norðurlanda. 70 kirkjur á Íslandi eru helgaðar honum og hann lifandi dýrlingur með fólkinu. Þannig að sögur eru trúarsögur, helgisögur, sérstaklega þetta sagan af Ólafi helga. Þannig að bókin geymir þessa
miklu sögu, þar sem Ólafur Helgi þetta númer 2, en Ólafur Tryggvason er svo undanfarinn, bara eins og Jóhannes skýrari, undanfarinn fyrir Kristi. Þetta var svona típológían sem fólk hugsaði þessa sögu í og hann er lifandi með fólkinu alveg þar til að trúskiptin verða jafnvel lengur auðvitað. Og fyrir hverju bókin skrifuð, þetta vitum við auðvitað ekki, við þurfum auðvitað bara að horfa á bókina, hvað hún segir okkur, að þetta allt í henni er trúarlegt og hún er voldugt handrit sem krafðist mikillar fjárfestingar, 210 blöð varðveitt af henni, nánast ekkert tapað aðeins smávegis, en mjög lítið, og svo er mjög líklegt að hann hafi skrifað í klaustri eða þvílíku umhverfi. Á handritinu eru 6 hendur, þetta er þó aðalega 2 skrifarar sem skrifa bókina og Ólafur Tryggvason það 2, þessi A-skrifari, við verðum að nota bara svoleiðis, því við vitum ekki hverjir voru, þessi snillingar sem voru að skrifa bækurnar, A-handritið og A- og B-skrifari að skrifa Ólafur Tryggvasonar og síðan þegar B-skrifarinn tekur við, þá skrifar hann líka kvæðin Rekstefju og Ólafs Tryggvason Tryggvasonar sem er kennd í handritinu Hallfreði, vandræðaskáldi sem munum með Hallfreðasaga, eina Íslendingasögunum, þetta mikla skáld, 11. aldar. Og síðan skrifar B alla Ólafs sögu Helga, en A er þarna áfram með honum að því hann skrifar titlana, þessa rauðu titla í handritinu, alveg út í gegn. Þannig þetta eru samvinnuverkefni og síðan koma 2 skrifarar sem skrifa annars skrifa Geisla, sem er þetta stórkostlega 12. aldar kvæði Ólaf Helga, sem við lesum nú ekki mikið kannski í dag, en er eitt af þessum stóru verkum okkar bókmennta. Og síðan Lilja sjálf, þarna frá sem verður til á 14. öld og hún er líka með sérskrifara og síðan 2 aðrir skrifar sem eru svona að dabla inn í handritinu, pínlítið, mjög lítið, þannig við erum með 6 skrifara sem eru þarna saman í ykkur umhverfum sem er mjög líklega auðvitað klaustur eða umhverfi. Og fyrsta blaðið var autt í upphafi, sem oft er svona fyrsta, því það er náttúrulega mesta ánýslan á svona á báðum pörtunum, enda og upphafi, en var síðan fyllt bara fljótlega með síðmiðaldakvæði Ólaf Helga sem Jón Helgason gaf út í miðaldakvæði útgáfu sinni, svo við eigum það útgefið í góðri útgáfu. Þannig að þið sjáum fyrir hverja, það þarf ekki að vera fyrir konunga í Noregi, þetta er bara raun og veru fyrir fólki sem er að trúa og sinni trú. En við vitum þetta ekki hver gerði það. Og bara fljótlega, ég þarf að fara svolítið hratt yfir sögu, en ég vona að gefa ykkur svolítið mynd af þessu sem við erum með undir í þessu mikla handriti, sem er svolítið skilt Flateyjarbók, því það er líka mikið undir þar, en þar eru þarna Ólafarnir líka. Mótun helgisögunnar Ólaf hefst örugglega strax eftir dauðans, 1030, og þar eigum við þetta Sighvat Þórðarson skáld sem yrkir erfidrápuna, við eigum þetta þessar frásagnir jarðteinir og síðan eru bara vext þetta efni bara alltaf smátt og síðan er þessar sögur sem við hugsum sem Ólafs sögur verða til í byrjun 13. aldar. Heimskringla er auðvitað, Ólafs sögu Helga er alltaf megin verkið í Heimskringlu, hann byrjaði á því að skrifa Ólafs sögu Helga og síðan skrifa hann umhverfið. Hún er auðvitað ekki eins mikið trúarverk eins og þessar sögur, en hún er það samt, af því hann er auðvitað að skrifa dýrlinginn, en hann er meira hinn veraldlega saga, en skiptir auðvitað mjög miklu máli og þessi pólitíska saga í þeirri sögu hans, en síðan bólgnað söguna báðar út Ólafs Tryggvasonar, sem var til í Þingeyrum, voru byrjaði þeir Gunnlaugur Leifsson og Oddur Snorrason skrifuðu elstu sögurnar af Ólafi Tryggvasyni, sem síðan eru undanfarandi með Heimskringlu. Báðar þessar sögur stækka og stækka. Það er svo magnað að hver einasti kafli í þessari sögu þessar tveggja þagna er svo spennandi. Og þær þarf að gleypa í sig alls konar efni. Ólafur Tryggvason gleypir í sig Hallfreðasögu sem er bara búið að skrifa sér og svo bara fer hún hlut af Ólafs Tryggvasonar, Fóstbræðrasaga, sem okkur finnst þetta vera grótesk saga þessar þær hetjur, en það er Þormóður, ekki satt, skáld Ólafs Helga, svo hún verður líka tekin inn í þá sögu og alls konar annar efni og þessi kvæði sem hafa orðið til eftir daga Ólafar. Svo þannig að þetta efni, þessar sögur núna þegar þau eru komin bergspokk í hendurnar, þá eru það gríðarlega stórar. 100 blöð hvor saga, nokkurn veginn. Aðeins stærri reyndari Ólafs Tryggvasonar.
en báðar svona stórar og miklar. Og þegar hún að verða til bergsbók, þá líka verða rof í dróttkvæðahefðinni sem þessa sögu geyma alveg stórkostlegan kveðskap sem ég get bara svona bent á nokkuð dæmi í dag, bara bent okkur á það. Þetta er bara löðrandi af skáldskap sem auðvitað mismunandi sem kannski höfða til okkar í dag en það er myndmál og ímyndunarafl sem er einstakt. En á sama handritinu sjálf Lilja sem þetta markar tímamót. Hún er ekki endalok, hún er uppaf, ekki satt. Það sem búið að einfalda dróttkvæða myndmálið og hún kemur til okkur alveg svona einhvern veginn svo skýr en samt svona innblásin eins og hún öll er. Svo við erum með, og hún bergsbók er elsta handrit hennar. Við sjáum, við getum horft svona tilbaka til ársins 1000 en nú erum við komin á árinu 1400 og það er erfitt að tímasetja hana. Þeir segja það báðir Ólafur Halldórsson skrifin gaf út Ólafur Sögu Tryggvasonar og Jón Helgason, Ólafur Sögu Helga að setja hana svona 1400, ekki fyrr, en ekki líklegt hún hafa orðið til fyrir svartadauða, svona mikið og dýrt handrit. Þannig hún þarna þetta bil. Það er nóg fyrir okkur. Og efnið, eins og ég segi, hún svona, hún hefst bara Ólafs Sögu Tryggvasonar beint inn í hana og hún kennd þar Bergi Sokkasyni sem var ábóti á munka þeirra og hafði verið líka munkur á Þingeyrum. Þetta eru Benediktínaklaustrin sem eru þarna fyrir norðan land. Það er auðvitað bara eitthvað sem skrifar í handritið og auðvitað getum við ekki vita hvort það er algjörlega til í því en það er sagt, hann er sagt með hendi að skrifarans sem hann segir þetta. Síðan koma þessi tvö kvæði Ólaf Tryggvason sem eru ort á væntanlega á 12. öld. Ólafsdrápan gæti verið aðeins yngra kvæði en er ranglega kennd sem sé og Hallfreði vandræðaskáldi. Þetta er sem Hallgrímur Pétursson, að þeir fara að taka til sín alls konar efni, frægur skáldin. Síðan kemur Lilja. Lilja, svolítið áhugavert að Lilja kemur þá sem svona á undan Geisla og síðan hinn mikla Ólafs Helga. Það sem ég langaði að gera í dag er einmitt þetta, eins og ég sagði bara í titlinum, að benda ykkur á skáldskapin í handritinu og mikilvægi skáldskapar líka í sögunum Ólafana báða. Þeir áttu sín hirðskáld en síðan magnast þetta upp eins og ég segi og verður miklu ríkulegra þegar framlíða stundir að þetta eru lifandi bókmyndir. Það eru ekki skrifað fyrir eitt skipti fyrir öll. Það eru mismunandi gerðirnar af Ólafs Sögu Helga á 14. öld. Fólk að glíma við textan og bæta inn í ýmsu nýju efni eins og þessu að einn skáld Ólafs Helga hitti Ólaf Tryggvason að í Sýrlandi. Þetta er stórkostleg frásögn. En ég meina þetta er bara einu handrit sem einhverjum fannst bara að koma tími til að halda þessu til haga. En hann hafði sem sé ekki fallið því að ekki drepist þannig að soldur. En sem sé það er 646 vísur. Þetta er allavega talan sem ég næ upp úr okkar útgáfi við verðum að vera að gefa út all dróttkvæðin. Ég fór nú ekki að telja þau alveg sjálf, þetta er ekki örugglega gert bara vitleysu í því. En þið sjáu, þetta er geysilega mikið efni og þetta er það handrit sem eru með næst mest afkvæða skáldskap á öllum okkar handritum. Það er eitt af Snorra-Eddu handritunum sem hefur meira efni af því þar eru mikið af helgikvæðum. En sem þetta er gríðarlegt efni af kveðskap. Það er svo mikið kvæðabók líka. Virðist það svona sagnahandrit, en hún leynir á sér. Hún er mjög góð fyrir okkur sem elskum kveðskap. Meira en 200 vísur í Ólafs Sögu Tryggvasonar og síðan eru 234 í þessum kvæðum sem eru steypt þarna inn settir þarna milli og 200 í Ólafs Sögu Helga. Þannig þetta er mikið efni sem við höfum þarna undir. Bara örstutt ferðalag bergsbókar. Hún fer sem úr landi, hún er ekki hlut af þessu 17. aldar bylgju, hún fer strax 1500 úr landi til Noregs og þetta er hægt að lesa mjög mikið í þessum umfjöllun þeirra Jóns og Ólafs sérstaklega handritið. Norðmenn hafa líka skrifað mikið bergsbóka því að hún var notuð í útgáfum og rannsóknum á konungasögunum strax á 16. öld. Peder Clausen Fries. Ég held að hann hefði notað hana beint en einn Jón Gunnar Jörgensen, fræðimaður í Jörgensen í Noregi, hann telur að hann hafi verið með afskiptir, en það skiptir ekki máli, hún þarna í notkun á 16. öld.
fer síðan til Danmörku væntanlega þarna á 17. öldinni og kemst þá í eigu þessa aðalsmanns sem kemur við sögum annars handrits hérna á sýningunni. Það er sem Barmenfeld sem fær hana 1680, 82 kannski, 80 allavega. Og úr hans, hann býtti mikið bókasafn og mikið handritum og allar þær bækur fara fyrst til Antikvitetsarkívið í Stokkólmi sem síðan rennur allt inn í konungsbóklöðina. Þannig þessi handriti komið inn til Svía. Þetta gerðist náttúrulega. Það voru alls konar leiðir handritana. Hvert handrit einstakt og hefur sína sögu. Og þetta saga sem sést Bergsbókar og nú fékk hann að koma í heimsókn eftir allar hennar tíma, meira en 6-5 ári. Það er ekki þáttið gott. Hérna sem sagt sjáu þið alls konar krass í henni, það er mjög mikið að svona bara skrifa á spássi og milli dálka við í bókinni. Þetta eru Norðmennirnir. Það eru allavega 3 skrifara, ABC aftur, sem eru þarna að vinna. Og það eru nöfn líka og slíkt, þannig að það er hægt að púsla þessari sögu saman. Hvernig þau voru að vinna þarna í Noregi og það er gaman að sjá þetta líka. Hvað hún verður mikil af þeim í þessari vinnu og útgáfa þeirra náttúrulega kóngum og miklu textum. Þannig að ég vildi bara sýna ykkur eitt blað því þið getur séð að ég kem með í lokin svona slóð eða ég vil taka mynd af því á það sem getur farið á fletthandritinu og sjáu þetta mjög þetta finna þetta víðar. Svo ætla ég bara að fjalla núna bara aðeins bara orð og orðum þessa megintexta og ef ég fyrir að hratt þá bara upp strax að því það ekki þá aðeins bara bætt við. Já, ágætt ég var án svo löng en Bergsbók stór, þannig ég ætla að leyfa mér að fylla út í formatið í fyrirlestri. Hér byrjar hún. Þannig í þessu rauð að þið verið að taka við trúanlega þá stendur þetta. Þetta er sem sagt aðskrifarinn er að byrja að skrifa Ólafs Sögu Tryggvasonar. Þetta er fyrsta blaðið, versó að bakliðina af fyrsta blaðinu. Hér byrja Ólafs konungs Sögu Ólafs konungs Tryggvasonar er Bergur ábótisnarðari. Þetta er sem sagt skrifað, þannig að þessum heitir hún Bergsbók. Hann er náttúrulega stórkostlegur höfundur Bergur. Skrifaði heilaramanna sögur á 14. öld og þeir skulle fletta með því að það ekki kynnst fyrr. Þeir eru oft eftir þessir sem var 14. aldar menn í bókmyndunum okkar. En þeir eru stórkostlega sem grúpa þarna á 14. öld, Arngrímur Brjánsson, þessi menn. En hún sett nefndi eftir, ég segja þetta, nefndi eftir Bergi og hann var semst ábóti á munka þegar hann deyr 1315 í dáin, svona 50 árum áður en bókin er skrifuð. En hann hefur náttúrulega ekki verið gleymdur í þessum hópi. Fólk sem var að hugsa Ólafssögurnar og þetta efni allt saman. Og þeir höfðu þingera menn og áreglulega líka munka þeirra verið í því að skrifa þessar sögur alveg frá 1200, þessi miklu höfundar okkar. Skáldskapur í Ólafs Sögu Tryggvasonar. Það er svolítið gaman að Ólafs Sögu Tryggvason og heldur maður að maður sé fara að lesa Ólafs Sögu Tryggvasonar en þeir eru að fara að lesa mjög mikið söguna Hlaðajörlum. Að Hákoni Jarli sem Ólafur síðan kemur fyrir Katanef. Svo það er mjög mikið kveðskap í Ólafs Sögu Tryggvasonar sem lifir alveg inn í þessar 14. aldar sögur. Þeir eru ekkert að henda þessu efni út, þó sem mjög heiðið efni, að það lifir að því þeir voru heiðnir. Hlaðajarlarnir voru heiðnir og sem sagt það var heiðni í Noregi þegar Ólafur Tryggvason kemur og honum verið svona, hann fær heiðurinn af því að hafa kristna Noreg, auðvitað hefur þetta verið flóknara það að einn maður gert það. En hann sem sé, það er mjög mikið stórkostlegu kveðskap Ólaf Tryggvason, Hlaðajarlana, ég vildi nú bara nefna það. Og eins og Vellekla, Einar Skálaglams sem kemur fyrir í Egils sögu, að því Egil kennir honum að yrkja. Og stórkostlegu kveðskapur í Ólafs Sögu Tryggvasonar sem ekkert hann. Svo hann verður svolítið það verður andof gett róttfæðið kveðskap í sögunni. Af því þetta er heiðinn kveðskapur, heiðnar kenningar, heiðnar goðsögur. Hann, Ólafur Tryggvason, ætlar ekki að vera með heiðinn skáld eða skáld sem hefði oft á fyrir Hlaðajarlar eins og Hallfreður hafði gert. Svo Hallfreður kemur og ætlar að fá að vera skáld Ólafs og Ólafs er ekki til í það fyrst. Hann er alls ekki til í að hann hafi líka komið sér í svona vandræði við hirðina. En hann heillar hann með, hann sýnir bara vísuna, hrattar vísa sem hann sýnir hvað hann getur gert. Og Hallfreður
var nú eitt af okkar, var stórkostleg skáld og síðan verður sagan hans auðvitað partur af Ólafs sögu. Þannig þetta eiginlega eina heiðskáld Ólafs Hallfreður. Það annar nefndur í skáldatölum Bjarni, en hann nefndur líka í kvæðum, þannig að það kannski var til kvæðskapur eftir hann. Hver hann var, veit enginn, og það allt farið. En hann sem sagt, það ekki mikið af kvæðskapi kringum Ólafs Tryggvason sjálfan, af því hann hefur verið að ýta frá sér þessu gamla efni, af því hann að reyna að kristla þessum kristna voru. Og hérna sjáu þess að flottu vísu, þó þið skilja ekkert, þá sjáu þið bara strax, hann að skemmta sér. Eitt sverða, sverðaugan með gerði, fyrrsvip njörðum, sverðótt, nú verða. Af því að Ólafur Tryggvason sagði, sýndu mig hvað þú getur, ef þú getur notað sverð í öllum lífum, sýndu mig hvað þú getur gert það. Og þetta gat að gert það. Bunað mannsverða verður. Þetta dunhendan þegar, þetta svo ölva með því ölvi, ölgerði með fölva, þetta þessi stíll sem svo stórkostlega skemmtilegur. Jarðamenn sem yrði umgerð að því sverði. Þið finnir bara hvað þetta flott. Þið skiljið þetta ekki, hann bara tala sverðið og þetta svo ekki að gefa því sverðið. Þetta allt þetta, sko, hann bara svona töffari, ég get nú alveg gert þetta, þú bara efast mig. Og auðvitað verður hann síðan hirðskáldið, en hann eini sem hirðskáld. Og það stórkvæmt, ég vildi bara svona nefna Hallfreð til að hafa svona balansi réttan á milli Ólafs Tryggvasonar og Ólafs Helga, að hann náttúrulega mjög mikið af fallegum kveðskap eftir hann, til dæmis þegar hann á leiðin til Íslands og það verður fyrir svona sjóskaða, bátur hrekst til Suðureyja og það er dauðan lífi og þá komist það tvær stórkostlega fallegu vísur þegar hann að tala dauða sig, Hallfreður. Og hann deyr svo grafinn á Jóna, eiginu Helgi, þannig að hann sko þeir sjá þessi miklu helgisögu kringum skáldi líka, sem ég vildi svona nauði hjarta síðu blásnum mér á sig. Finn ekki strax að byrja að vísa bara, hann grípur mann, mjög hefur auðrað öðru afla bárskapli. Ég nú með hérna orðanröðina, ég veit ekki farið inn í hverja vísu, en ég bara bendi ykkur á þessar vísur og svo kemur þetta lokið aldar síður skáld, svo kemur síðast, það voru ekki tvær. Jú, þetta er bara til að sýna ykkur að hún sannarlega í sögunni. Fyrir að lest Haraldur, þetta Hallfreður, þá hvað Hallfreður vísur þetta efst þarna uppi. Þetta er bara línuna, þú kemur þessu vísan ástaf. Ég mun nú andast, ungu var harður í tungu. Þá hann tala harður í tungu, það þegar var heiðið skáld, þú voru hann orður Kristin. Senn ef sálu minni sorglaust vissak borgið. Veit ekki að vætk og sítik valdi góð, hvar aldrei dauðu verður hver nema hræðum, helvíti skal slíta. Þetta er bara mögnuð vísa. En ég bara svona hvet ykkur til að líta á það, þið getur farið heim og kletti byrja í Hallfreðarsögu, þá finnir þið þar. Og síðan yrkir hann alltaf Erfidrápu, Ólafs Tryggvasonar, hann yrkir hann, þetta mikla kvæði sem í sögunni og þetta þetta verðleitis vegna sagnana, hans var þetta farið. Og þetta sem við getum spurt, þetta sannarlega svona gamalt? En það með svona málfræðilegum rökum að sanna það að þessi Hallfreður var sem séskáld á þessum dögum og þó sé alltaf eitthvað sem hefur kannski færst til í varðveislinni, en við erum bara að taka málfræðina trúarlega hér. Svo kvæðis, svo endar Ólafs Tryggvason, hún tekur hérna 110 blöð, hugsa upp hann orðin stór, hún alveg bara, eins og hún sé bara, það ekki að hemja hana, hún stakkar samt þegar bara eitt skáld. En þá koma hinn skáldin sem voru að yrkja hann á 12. öld og 13. öld og þau fá að vera með. Og þau fá að koma inn í söguna þegar á framlíða stundir. En kvæðin, fyrst hérna uppað, sjá hérna uppað hérna, rauða hérna, þar enda sagan, sjá þetta kemur beint í framhaldi. Það er ekki nýtt blað. Og þá kemur rekstefja, Hallarsteinn yrkir. Kvæði sem þetta rekstefja og stefið sem stefja sýnir hann þetta drápa með stefjum og dyrt kveðið og mjög fallegt kvæði. Algjörlega mjög óþekkt, en eitt af þessum fínu kvæðum á 12. öld og það sem hann að yrkja og þarna ég tók þessa vísu að þarna nefnir hann Bjarna. Þannig að tala þarna Hallfreð og Bjarni. Þannig hann skáld sem hafði ort Ólaf Tryggvason
En svona sjáu hvernig varðveislan er. Það er bara sumir sem fá að lifa. Og það er einhver ástæða fyrir því, hann kannski, hver veit. En Bjarni fékk ekki að lifa. Hann verður viðskila við þessa hefð og síðan kemur annað kvæði beint í framhaldinu, Ólafs drápa Tryggvasonar, sem Hallfreður orti vandræðaskáld, þið sjáðu það. Og þetta er ekki rétt, hann gat ekki hafa ort þetta kvæði. Þetta sanna það með málfræðilegum rökum aftur, að hann gat ekki ort þetta kvæði, hvorki á 12. eða 13. öld. Það er ekki auðvelt að tímasetja það nákvæmlega, það hefur yfirleitt verið sett á 12. öldina og er gefið þannig út, en það er ekkert auðvelt og það er sagt í síðustu útgáfuna því að það gæti hugsanlega verið 13. öld líka. Það er ekki alveg örugg rök fyrir því. Svo kemur annars svona, ég bara sýni ykkur svona vísurnar, eina vísu og veiti þess víða bætti vort eðlistað bjartan, heilagur Kristur og hæstar hlíf þjóðkonungslífi. Þetta eru lofvísunar, þannig að þeir kalla yfir ákalla drottinn, Guð og Krist, til að taka þá Ólaf hér í sitt skjól. Þú sjá, víðu tjaldi skýranna. Skýrannin hvar er skýin heima? Það er himinninn, það er mynd af himninum og í tjaldi himinsins þar er hann kominn upp til himna víðu. Þannig að þetta er eina af þessum kenningum sem eru orðnar núna kristilegar og það er engin vandi fyrir það að snúa sér beint í þá átt með þetta gamla kenningarmál sem Snorri síðan þetta lýsir fyrir okkur svo vel í Snorra-Eddu. En auðvitað er hann Snorri, kristinn höfundur og þetta skáld hér. Síðan koma náttúrulega þessi stórkostlegu kvæði. Hérna kemur nýr skrifari, hefst beint upp á efsta blaðinu og það er svo verið beðið bara eftir það, hver á að skrifa Lilju? Og þá kemur nýr skrifari inn og skrifa Lilju. Og þetta er semst Lilja. Þið sjáðu að það er líka alltaf byrjað svona mjög auðvelt að fylgja henni eftir í erindunum. Og það er eins og sagt að vantaði í það er 99 erindi, en þið munið að þekki Lilju, þá munið það síðast erindi að sama á fyrsta. Því það hringur, byrjar og endar alveg eins. Og þetta magnaði kvæði. Og ég tek bara nokkur 3 erinda því ég gat ekki alveg. Þetta er náttúrulega bara, ég þekki þetta, við allar að stjætta, þetta er samt fyrsta erindið og síðan það síðasta. Yfirbjóðandi engla og þjóða ei þurfandi staðan í stundastaði haldandi kynleiksvaldi. Þannig er hann búinn að henda niður, það gera fleiri þarna 14. öldinni, líka þessir munkar og ábótar sem er að yrkja Guð góða, yrkja kvæði sem eru mjög lítið kenningar og mjög ljóst mál. Erfið þar upp á túlkun er að bara skilja þeirra trúarmál, þeirra djúpu menntun sem var í ritningunni. En hér kemur kannski Eysteinn munkur, við veitum náttúrulega ekki alveg nákvæmlega, Eysteinn munkur er svolítið svona, hann hleypur svolítið undan okkur, en það skiptir ekki máli. Þarna kemur kvæðið fyrsti vitnisburður kvæðið. Og síðan kemur þessi stórkostlega sent, kvæðið byggir svona upp, þetta er sköpunarsaga, ef munið þetta því, og svo kemur náttúrulega krossustengin í miðjunni, í 49 og 50, það deyr Kristur og síðan er verið að vinna úr því og síðan kemur lokin. Þannig að þetta er náttúrulega ábúðslega fín smíð, Lilja. Og hún er náttúrulega okkur algjörlega augljós að lesa í dag því hún er ekki að flækja neina í kenningum nema bara við þurfum þetta að gangast þessari trú skáldsins á vald og leyfa okkur að fljóta með og vera með. Og þarna kemur þessi, ég verð að lesa þessa, þetta er svo flott í það, munið ekki eftir henni. Fúsur hlupu og fundu Jesú, fundun röktu lönd og bundin leiddu, hæðnir hættu, hættan ræðan slóu, klæddan. Þetta er bara ótrúlega kvæðskap. Fjandans börnin, þröngum þyrni, þessir spennum blessað enni, þessir neldu Krist á krossin, keyra járn, svo stöppum dreif. Svo kemur hinvísan, þið sjáu það er 2 hann í miðinni, hinvísan, kemur að dáin, ættum vér á Jesum drottin yfirnalaust með fullu trausti út af hjartans innstum rótum allir senn með gráti að kalla. Þetta kemur Lilja og hún kemur sem svona eins og segir sem svona inngangur að Ólafi helga. Horfir á svona byggingun í kvæðinu
hann er að fara úr heimi Ólafs Tryggvasonar og við erum að byrja á Ólafi Helga. Það hefði maður búið sér jafnvel að Geisli kemur fyrst af því það er nú eldra kvæði. Nei, Lilla kemur fyrst. Það gefur okkur þessu stóru mynd af sköpunarsögunni og Kristi og svona að dómstegu bíður okkar og þá kemur þetta stóra kvæði. Í fyrsta skipti, allavega það kannski verið skrifað áður en við höfum ekki neina þetta annað handrit, svo koma handrit þarna á 16. öld sem gerir manna líka. Þarna er Eysteinn ekki nefndur, það er bara kvæði kemur þarna, bara eins og er og sjálft og eitt. Síðan kemur Geisli, það er þarna aftur í upphafi, kemur nýr skrifari, aftur nýtt blað og efst uppi, ekki verið að taka þetta í framhaldinu, þau eru tekið svona sér, þessi tvö kvæði, og nýr skrifari sem kemur inn og það er þú átt að skrifa Geisla. Og þetta er aftur sem að sjá, þetta fylgjaði mjög fallega eftir 71 erindi og þetta er eitt af þessu stóru 12. aldar kvæðum. Einar Skúlason er okkar stóra skáld 12. aldar. Og 12. aldar verður svona eftir að því við erum að tala sko gömlu skáldin Egil og þá og síðan aftur þegar Snorri kemur og þeir félagar. En það er mjög mikið af frábæri efni. En á 12. öld og þar er Einar Skúlason stóra skáldið, hirðskáld, fór öll Norðurlönd og var elskaður. En síðan er hann þetta kvæðið pantað af Eysteini konungi til að flytja í Niðarós dómkirkju við setningu erkibiskupsstóls í Niðarósi. Þannig hann er svo eins og hver er flottasta skáldi á Norðurlöndum? Auðvitað Einar Skúlason, við fáum hann. En sjá hvað hann hefur verið ótrúlega vinsæll og virtur á þessum tíma. Því þar eru allir kóngarnir mættir og erkibiskupinn nýi og erkibiskupinn á Lundi og allt liðið komið í Niðarós. Og hann flytur Geisla fyrir þessum mönnum og þarna örugglega mikið fleiri kallar en konur örugglega í kirkjunni. En þarna eins með óð og þarna byrjar hann eins með óð og bænir allsráðanda hins snjalla. Og hann byrjar að tala göfugt ljós, boðar Geisli og þá er hann að byrja að tala að hann er Geislinn, en hann Geislinn af sólinni sem er náttúrulega stóra Kristur. Hann er bara einn af hvar er Margrét Kormákur hérna. Þessi dillingarnir eru náttúrulega bara þarna svona í þessum mikla skini þessara heimna kóngsins. Það var svo fallegt margt í þessu kvæði, hérna byrjar hann strax og það hefur verið bent á það. Þetta kallast á við opinbera bókina og bara sköpunarsöguna og ljósið, mikið tala ljós. Heimurinn þeirrar heims í heimi heimsmyrkrum bráð heima. Að því var hann tala sólmyrkva. Og ljós meðan var vísi veður kallaðist hallar. Ljósið að koma inn í myrkri með þessum mönnum. Og þannig það byrjar Geisli og síðan er þetta bara kvæði mjög fljótt ævisöguna svo aðalega jarðtegnir. Þetta er helgikvæði, bara eins og helgisaga sem væri hægt að bara segja í kirkjunni Ólaf Helga og flytja á messum hans. Það er ekki varðveitt mörg mandur, það er líka varðveitt í Flateyjarbók, en það er varðveitt hér, þessi tvö handrit. Og ég bara því voru með þessu almyrkra, ég var reyndar í Noregi, en það var ágætt að vera í Noregi kannski, en það var engin almyrkra heldur, eða engin sólmyrkva allan, það sá ég ekki neitt. En þarna við talað þennan sólmyrkva, almyrkva sem varð, reynda mánuði síðar, sem tengir svona saman að heimurinn svona myrkvaðist við það þegar Ólafur Helgi hvarf. Það kemur hann í 19. vísu. Bara þið sjáu það hvernig það er. Það kemur nú víðar í heimildunum. Er það alveg að fylgja með þetta? Er ég nokkuð að hlaupa hratt yfir þetta? Gaman að sjá svolítið hvernig mikið. Svo kemur þessi stóra saga af Ólaf Helga. Og hann kemur þarna eins og við vitum, hann er 30 strákur kominn til Noreg og það þyrpast á hann skáldi. Nú er allt í einu bara fullt af skáldum. Og Ólafur Tryggvason þetta eina skáld sem var að vandræðast með að komast í hirðina hjá honum, en nú er það bara, þetta byrjar sem sagan, ég með það líka, sagan byrjar mjög svona greinilega, miklu greinilegar heldur en þegar við vorum að byrja með Ólafur Tryggvason. Hér byrjar prólogum fyrir sögu Ólafs konungsins Helga Haraldssonar, svo kemur hérna við niðri, hér byrjar upplífssögu dýrlegs vina drottins og Jesú Kristi, hins ágæta konungs Haralds. Sonar postula Norðurlanda og píslar voss þessins sama lausnara vora. Þannig hann er þetta er höfuðdýrlingur Norðurlanda.
bara nú Guð komið með þennan dilling sem allir, sem var þessi vinsæli og var það ekki bara vinsælasti dillingun hér? Já, hann var það sko. Og það var 70 kirkjur og örgulega miklu, og allt þetta efni sem við erum að sjá er í raun og veru bara tilbeiðsla sem þegar við erum að skrifa söguna hans, þá var í hvert einasta skipti, öll þessi handrit, fullt af handritum sem geyma Ólafs. Líka þetta reyndar Ólafs Tryggvason, líka þessar miklu sögur. Hann sem sagt, ég ætlaði bara rétt aðeins að gefa ykkur svona smjörþefið, var ég ekki með lista yfir kaplaskapinn hans. Já, hún veit hvað þetta er nefnt. Það var bara verið þannig. Sko, hann átti 10, það voru 10 skáld sem sé í skáldatali og það er til svona skáldatöl það margir skáld voru með kongunum. Í tilfelli Ólafs Helga er þau 10. Oft eru nefnd nöfn sem við þekkjum ekki, en í tilfelli Ólafs Helga þekkjum við öll og það vitna til þeirra 9 þeirra í sögunni, 10. við þekkjum við gegnum Snorra-Eddu. Þannig að þetta efni sem er kringum Ólaf Helga hefur varðveist mjög vel, eða þannig, þetta er ekki margar vísur oft, en eitt skáldi ryður öllu frá sér og það er Sigurður Þórðarson. Og hann, þetta verður skáld Magnúsar góða þarna sem kemur þarna eftir þegar Knútur ríki er dáinn og þá er Sighvatur ennþá við hirðina og er eins og bara föðurbróðir eða bara svona fóstri. Mikla virðingarstöðu, þetta er stórkostlegt skáld. En maður finnur tilfinningu, þú ert náttúrulega úr smogið, þú er einhvern veginn komið öll þínur skáldskap mjög vel fyrir, það er varðveist allt mjög vel, kannski verður þetta skrifa snemma niður, við vitum þetta ekki. En mjög mikið, held ég 160 vísur og 4 meira. 4 vísur var þetta Sigurður. Kannski ekki alveg alla pottettar, en flestar. Og hugsaðu hvað þetta er mikið efni. Og hann er sem sagt, en á Stiklastöðum er hann ekki á staðnum. Sigurður Þórðarson hefði bara ákveðið, já, nú er bara komin vesen í kringum Ólaf Helga, Ólafur Helgi þegar var rekinn úr Noregi, munið kannski að fá fyrst í Svíþjóðar, þar var hann með sína mága, en síðan fór hann í Garðaríki og var hjá gömlu kærustunni sinni reyndar, Ingigerði. Og síðan kemur hann aftur og það er Svíakonungur sem hjálpar hann og fer með hann yfir á Stiklastaði og þar eru allir bændurnir í Noregi, eða bændurnir, höfðingjarnir sem voru eiginlega móti kallaða bónda, þetta voru höfðingjarnir í Noregi og þeim lýstur þarna saman. En Sighvatur hefur bara, þetta er góður tími til að fara í pílagrímsferð. Þeir þarf að færa fer hans sögur með öðrum skáldi sem ég er mikið uppáhaldið hjá mér, sem var nú alveg tilvalið að halda bara sérstaklega fyrirlestur Bersa skáldtorfu sinni. Hann var sonur skáldtorfu sem var kona skáld í Miðfirði. Þannig hann er með mjög skemmtilega sögu og mjög skemmtilega rauðsannlega í heimildunum og þeir eru sem sagt þarna saman félagarnir og koma þarna í Alpana og það fréttaði dauða Ólafs Helga. Það yrkir Sighvatur vísu sem ég er ekki með hérna með en hann stendur á monti, eða mountain eða monti á frönsku, hann er í fjöllunum þegar hann fær fréttina dauða Ólafs og verst að vera svo við og hann segi, Guð minn góður, hann fyrir aftur til Rómar og deyr þar og er grafinn í Róm. En Sighvatur fer heim og verður þá skáld áfram og yrkir erfidrápur og mikið af fínu efni. En það er 3 skáld með konungi á Stiklastöðum og þeir geta ímyndaður örlög þeirra allra. Hirðskáldin Þormóður Kolbrúnarskáld, Gissur Gullbrárskáld og Þorfinnur Munnur, þið þekkið þá ekki. Þeir voru þarna með honum, þessi 3 skáld og þeir yrkja hver sig eina vísu fyrir bardagann. Þetta er mjög vel uppsett. En svo skipar Ólafur þeim að þeir verða að vera í bardaganum og þegar maður hugsa guðmingjaskáldin, þeir eru bara já. Og að því að þið eigið að segja frá, þið verða að standa í skjaldborginni bara fremst. Þeir bara eins og já, ok. Og þeir bara fara þangað allir og þeir deyja það. Falla allir, en hver skrifa söguna, ekki þeir sem voru á staðnum, heldur þetta Sighvatur sem kemur tilbaka. Og hann sem sagt mótar þessa sögu í fyrstu drápunni Ólaf. Og þarna kemur það skjaldborg, skjaldborg, allar fyrir sig skáld sín og bað þá ganga og skjaldborg. Svo gerðu þeir og dóu þar. Ég verð að segja nefna bara þessa vísu, þið þekkið hana. Náttúrulega stórkostleg síðasta vísa
Þormóður Kolbrúnarskáld og Þyklastöðum, það var bara 1000 ár, þar síðan hún var ort, og sem hún var ort akkurat þarna eða ekki, þá er þetta þessi mikla vísa, þannig að lýsa því hvernig hann ávarpar konu, eins og gerði oft, konu sem fjallaði einhvers staðar, svo segir að mig fló málmurinn dökk við magni keyrður í gegn. Þið þurfum ekki endilega að fara í kenningar allar til að skilja þetta. Hvasst beit hjartaði næsta, hættlegt járn svætting. Þannig að þetta er svona, þetta er hann látið segja hérna. Svo segir hann minni, vel hefur kóngurinn Alíðos, Ólafur Alíðos, þegar kemur hérna fytuteginnar út í hjartanu. Þannig að þetta er bara þessar stóru flottu frásagnir. En frásögnin náttúrulega Stiklastöðum er alltaf magnu frásögn. Þetta er eins og með Hugumýra var það, bær brennir. Þetta að lesa svona ákveðna frásagnir bara sér og það er Stiklastöðir í. Þetta getur bara að vísa bara svona, gaman að hafa aðeins svona inn á milli, smá handrit. Við sjáum bara falleg hönd og falleg B-skrifarinn sem hefur skrifað þetta alls saman. Þetta sjáum þessi vaff sem kom í þarna til að benda á vísurnar. Það hjálpa til að því að vísur eru alltaf að skrifa bara beint eins og lausamál. Og þannig að það er ekki verið að setja inn í spássu eins og við sjáum inn í okkar útgáfum, heldur er verið að þetta passa upp á að nota skinnið. Besta skáldið, ég bara segja svona, besta skáldið. Hann er stórkostlegur og hann hafi, já, og hann var með auðvitað mikið, hann var þetta vinur þeirra mikið og nálægt þessu hirðinni og það var þessi vísa sem er orðarna. Há þótti mig hlæja höll og norir allan, fyrr var kenndur á knörrum klif, meðan Ólafur lifði. Nú þykir mér miklu mitt stríð svá hlýðir, jöfurs hillig varðag, óblíðari síðan. Það eru auðvitað kenningar að þetta, þau eru ekki að vita. Finnir bara hann er að lýsa þetta tenginguna við landið. Þetta sjáum við víðar í kvæðskapu okkar, meðst í landnámi vísum, það sem eru að tengja líðan við landið og náttúruna, af því mennirnir bara, ef fólk er að horfa sig í þessu stóra samhengi. Íslendingar og Ólafur helgi, eins og þess kemur í ljós, það meina 70 kirkjur sem við vitum og allt þetta er á fullu, en þessar stóru sögur draga inn í sig allt þetta efni sem ég er að lýsa og það er Íslendingasögur, Færeyingasögur, Jónsvíkingasögur, sem fara inn í Ólafur Tryggvasonar því hann er að kristna þessi lönd og í Ólafur helga er þetta til dæmis fóstbræðrasaga og fleiri svona partar úr Íslendingasögu sem að rata þangað inn. En það eru líka fleiri tengingar og mér langaði svona í bara lokin að benda ykkur á hana. Það er mjög skemmtilegt í handritinu inn í Ólafur helga. Það er svona skinnrenningur sem er alveg með hendinu, sko þetta er alveg í tímanum, þetta er ekki sett inn eftir á, sem geymir ættartölur sem tengja Íslendinga við Ólafur helga. Íslendingar voru náttúrulega upptekinnar því að verða hvernig þið tengjast við þessum mönnum. Þetta er við nýkomin frá Noregi, erum við ekki örugglega skild einhvern veginn og það er alltaf best að vera skildur Ólafur helga. Næst best kannski Ólafur Tryggvasyni og sumir voru skildir á Magnúsi Berfætti eins og Jón Loftsson. En þannig að það er þarna kemur og þessi tenging er með merkingaríku auðvitað, vera af ætt Ólafs helga. Þarna kemur, sjá hvað þetta er skemmtilega sett inn. Þetta er skemmtilega svona renningur inn í handritið og bara einum dálki og þetta er sem sagt ættartala og það kemur kannski óvart hver það er Grettir. Grettir er tengdur Ólafur helga og það voru náttúrulega Grettirsögur. Þetta er uppteknir á því að Grettir var af sömu ætt og Ólafur helgi. Er náttúrulega ekki afkomandi sjálfsögðu ekki, af því Ólafur helgi var það ekki þannig en af því hann líka undan. En á sömu ætt. Mörgum mönnum þykir fræði og skemmtan í að vita hversu ættir Íslendinga koma saman við höfðingi ættir í Noregi. Þetta er nú ekki alveg nýtt hjá okkur að vilja vera tengdur fínu fólkinu og einkanlega við konungaættirnar sjálfar. Eftir því sem hinir mestu fræðumenn hafa saman sett og sjálfa landnámabækurnar votta. Önundur, Önundur hét maður og var kallaður Tréfótur og þið þekkja þetta Grettissaga. Og þá eru bara komið í það, hann barðist í móti Haraldi konungi, þetta er náttúrulega Hárfagra. Eftir að fóra til Íslands og nam land frá Kleifum til Ófæru, Karlsbaksvíks, Kolbeinsvíks og fleiri víkurnefndar. Hann var bróðir Guðberga, móður Guðbrands kúlu, föður Ástu, móður Ólafsins helga. Þannig að þetta vilja hafa með, bara minna á þetta og svo líka hérna Ásmundar hæð, svo kemur líka, hann var bróðir Guðberga, föður Ástu og svo byrju, já,
í Miklagarði og já, þetta bara tengingi við Grettisögu. Þannig að þetta kemur, það líka nefnt Hrefna. Hrefna var líka af þessari sömu fjölskyldu, kona Kjartans Ólafssonar, sem þetta fígúra inn í Ólafs Sögu Tryggvasonar út af trúskiptunum þar. Og það líka Vatnsdæla og Barðasaga sem kom hana við sögu. Í hinum megin á blaðinu eru líka verið að tala þarna Hundasteinar héti hann, það heitir Hundasteinar maðurinn, héti alla Englandi og það tengingi við Ólaf Tryggvason og aftur Ólaf Helga. Þannig sjá, þetta svona gaman að hvernig þetta kemur inn þarna, smegin, látum þetta ekki gleymast, hafa þetta með. Og þetta sem þetta sé hlaðið og sem sjá það hrættu mót og explicit lokið Bergur Ábót, einhver skrifa langur seinna, minna á hann aftur, hann var í upphafi, hann var höfum hann líka í lokið og svona eitthvað, bara svo ef þið viljið skoða það, hægt að skoða handritið. Við erum búin að mynda handritið mjög vel í Svíþjóð og þar handritið bara að fara í gegn það og mjög flott handrit. Og síðan svo 2 stóru útgáfur sem ég vildi sérstaklega nefna af Ólafs sögunum og það var Jón Helgason og Óskar Albert Jónsson sem gaf út Ólafs sögu Helga. Og þetta auðvitað gríðarlega flókið að gefa svona út, það þarf bara að velja eitt handrit og svo gera mjög mikla góða grein fyrir varðveislunni. En mögnuð útgáfa og Ólafs Sögu Tryggvason hinn mest þetta líka. Það var Ólafur Halldórsson sem gerði hana kom svo lokabindið 2000. Kveðskapurinn, það er vefurðirskalding.org, þar er dróttgáðuútgáfan sem hefur verið að gefa út öll dróttgáðin og þar er hægt að fletta upp skáldunum og fara inn og sjá myndir líka og ef þið viljið fara að leika ykkur og hafa skemmt ykkur, þá er þetta þarna. Þetta er svona hjá mér, takk fyrir.